Sæl. Æ, heyrðu, ég aðeins og eftir áætlun. Ertu tímabundin? Já, ég eiginlega búin að mæla mig mót. Heyrðu, já, Altea geti líka tekið þig. Hún alveg sagði að vera sama. Altea? Já. Hún æði. Varstu búin að hitta hana? Nei. En við getum líka náttúrulega bara fundið nýjan tíma. Nei, þetta ætti að vera í lagi. Ég er dálítið tímabundin. Heyrðu, ok, flott. Fáðu þér það bara sæti. Heyrðu, það er pink með semilju? Já, ok. Hæ. Hæ. Hvað segirðu? Bara. Kvöldið. Það getur fært þér? Diet. Nei, engan ís. Takk. Skál. Skál. Fyrirgefðu, ert þú bara ein á ferð? Já. Ekki ertu Agnes? Agnes? Já, mæltu við okkur mót. Ég er Anton. Nei, ég heiti Indiana. Já, fyrirgefðu. Hérna, ég er að bíða hérna til mannesku sem heitir Agnes. Þið hafið svona svipaðan raddblæ. Blint stefnumót. Já, maður kannski segja það. En við þekkjum samt vel, tölum ekki saman í síma. En rómantískt. Ég hef ekki smakkað áfengi núna í rúm 2 ár. Og nú sit ég hér á 3. bjór. Það er stressi líklega. Nú? Það er ekki oft sem að maður nær svona tengingu við aðra mannesku, svona raunverulegri tengingu. En ég þarf eflaust ekkert að segja þér neitt um það. Hvað meinarðu? Nei, bara, þú lítur út fyrir að eiga ekki neinu vandræði með svoleiðis.
Ég... Hún hefur eitthvað tafist. Vitlaust að gera hjá henni. Hún er í svona sjálfboðastarfi. Mikið að hjálpa öðrum. Hljómar áhugaverð kona. Já, hún er það. Stundum velti ég nú fyrir mér hvað hún vill eiginlega með manni eins og mig. Já, þú býr nú eflaust yfir mörgum kostum. Já. Það er nú ekkert endilega allir sammála því. En það er gott að kynnast fólki í gegnum síma. Þá er útlitið ekkert að þvælast fyrir manni og maður getur verið einlægur. Ég hef svo sem ekkert endilega sagt henni allt. Nei, maður segir öðrum aldrei allt. Nei. Kannski hefur hún komið og snúið við þegar hún sá mig. Ég þarf að þjóta. Gangið vel. Já, takk. Bless. Suðlæg eða austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld sunnan og vestanvert landi en annars skýjað og lítilsháttar úrkoma, skúrir og líklega hellidemba á morgun, einkum í suðvestanlands og í norðurhveli. Það er ekki betur í líkum aðstæðum. Já. Það verður bara gaman hjá okkur, ha? Mamma, opnaðu hurðina. Ég er að fá. Ég get ekki að. Þú veist ekki hvað þú búin að gera. Er allt í lagi? Mamma, ef þú opnar ekki þá brýti niður hurðina. Farðu frá, ég kem inn. Nei. Hvað hefur eiginlega hlaupið í þig, drengur? Ætlar að eyðileggja. Þú veist að ég á erfitt með breytingar út af kvíðaröskuninni. Já, ég veit það. Við getum kannski komið mitt eftir ég. Já, við getum komið eftir þér. Ha? Það verður rísalamand eins og alltaf á aðfangadagskvöld. Við höldum íslenskar hefðir. Já, við þurfum ekki að breyta neinu, sko. Og malt og appelsín. Já. Ég vona að ég verð ekki fyrir ykkur. Ég má mig ekki láta svona. Jú, ég er bara fyrir. Nei. Ég er alltaf fyrir. Mamma. Já, það gengur voða vel á verkstæðinu. Binni, bróðir hans Þórðar, bauð mér að taka samninginn. Það hjálpaði mikið til að borga tilbaka þess að ég fekk frá ríkinu. Unnar hafa fengið mikið hrós eftir Björgvini. Nei, bara orðinn landsfrægur maður. Ég get alveg fræg, hún neitt.
Ég hef nú líka bjargað mannslífi. En það kom ekki í sjónvarpinu. Heldur þú að þú sætir hér í dag ef ég hefði ekki fórnað öllum mínum draumum til að annast þig? Þú get verið að glöðet undergangarið. Og auðvitað gleðst ég yfir því. Alla mæður gleðjast yfir því ef börnunum þeirra gengur vel. Þetta var bara svo nýtt fyrir mér. Já, þið vildi kannski mér byrja að ganga vel fyrr. Hvað er að frétta af Ester Ýr? Það vinkonu þinni hann á Facebook. Hvað ertu að bulla? Hvað ætlar að þræta fyrir það? Þekkir ekki Ester Ýr? Nei, Hvernig veist þú það? Hver vera Ester Ýr? Og hvað sló hún ekki upp samtalið við þig? Jú, reyndar, og sagðist að sé mig í fréttunum. Já, fannst þú svaka sætur? Nei, hún sagði ekki neitt. Heyrðu, hún orðaði kannski einhvern veginn öðruvísi. Og þú svaraði að hún var í voða flott á myndinni. Í þessum fleikna topp. Veitu, hvernig veistu? Ég veit allt það. Og mamma þín, hún veit nú ýmislegt þig. Var ég að tala við þig? Ég vissi að hann gerði heiðarlega tilraun til að halda fram hjá þér ef góð íslensk stúlka stæði til boða. Þú ert svo ótrúlega ámerkileg. Ég er bara að gæta þín. Skilurðu það ekki? Nei, þú ert bara sjúklegu lygari. Af hverju hélst alltaf aftur af mér? Af hverju fekk ég aldrei að gera neitt sem aðrir fengu? Eins og að vera í íþróttum eða að vera skáti. Hvað, þú fórst að fara á skyndihjálparnámskeið í Gerðuberg? Ég gerði það bara fyrir þig. Eins og hann Bjarni hérna á Írabakka. Hann er heyrnarskertur og með sjálfsónæmi en samt mátti hann fara í framhaldsskóla. Og hann er forritar í dag og hann er meira að segja bara að ferma dóttur sín í vor. Ert þú að reyna að halda þig fram að ég hafi reynt að koma í veg fyrir þína hamingju í lífinu? Þú varst mjög veikt barn. Mamma, á hverju er ég alltaf bara veikur hjá þér? En aldrei á henni. Ég gerði allt sem í mínu valdi stóð til að vernda þig. Ég ekki skilja hvernig þú geta verið svona vond. Ef þú hefðir eitt jafn mikil orka í að treyta drenginn þinn óþekkta þrétt á þú vera rík kona. Heyrðu, litla mín. Hver þykist þú eiginlega vera? Hann er 39 ára. Ætlar þú aldrei að láta þrýfa við naflastreng af hálsinn á honum? Inn á mitt heimili og þyrfist að dæma mig. Hvaða forsendur hefur þú til að skilja Íslands samfélag? Ekki meinar. Ótýnd pólsk súludansmaður. Hvernig geta þú segja svona? Það er svona fordómafull. Eru það fordómar? Að vilja standa vörð börnin sín? Kom í veg fyrir að einhverjar afætur notfæri sér hann? Þú ert ekki neitt í þessu samfélagi. Þú getur ekki einsinni fengið bætur. Ég þurfa ekki bætur. Ég vinna fyrir launin minn. Þú ert heppinn, að hafa heilsu til að skeinast lifandi gamalmennu. Ég vona einhver vilja hugsa þig þegar þú vera slefandi gamalmenn. Ég hef unnar. Bráðum þú ekki hafa unnar. Þú ekki skilja. Við hætti að koma ef þú halda áfram svona. Ég er sjúklingur og þú ræðst hérna inn á mig með hótunum. Er það? Þú vera raunverulega sjúklingur. Komdu þér út. Þetta er mitt heimili. Ég veit að þú vera svindla á Karfi allan tíma. Ég get að segja frá því. Þú láta unnar ljúga þegar hann vera bara lítið barn. Hann er að gráta og segja ekki vita þegar fólk spyrja hann. Þú veist ekki neitt. Horfa á þig. Þú vera kjánalega hor.
Hvað vera þú svona hræddur? Ég láta þig vita það, litla mín, að þessi planta, hún mun ekki fá einn dropa framar. Ekki einn aumur sólargeisli mun nokkru sinni falla á þessi viðkvæmu blöð. Þessi planta mun dvelja það sem hún á eftir ólifað í myrkrinu hjá silfurskottunum. Svona fer ég með gjafir frá þér. Ég get að taka síma og segja þegar ég setjast upp í Subaru og hitta mann sem heitir Jónas og búa á Grettisgata. Og Jónas taka bóka mitt líf og borga peninga. Ég vona við geta verið kurteis í framtíðinni. Þú verður alltaf velkomin í heimsókn í Engihjalla. Engin planta mun blómstra í þessum Engihjalla. Ekki einasta planta. Karlmaður á þrítugsaldri, Jónas Ernir Erlingsson var í héraðsdómi Reykjavíkur í dag, dæmdur í 6 mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir brot á lyfjalögum og peningaþvætti. Hann hefur ekki áður hlotið refsidóm. Lögregla gerði í september húsleit á heimili Jónasar og lagði hald á hátt í 500 einingar af Ritalin Uno og meira en 100 einingar af Ritalini og annað eins af Mogadoni. Hann segist kaupa lyfin á svörtum markaði. Sælleskan. Hæ. Voru makar í matnum. Já, einhverjar, ég vissi ekki það. Hver er þessi stúlka Hver? sem að tala Pálma? Þetta bara einhver pía sem hann að deyta um. Og var henni boðið? Boðið? Nei, hún bara kom bara, eða þú veist. Hvers konar spurningakeppni er þetta eiginlega? Ef við ekki að fara að drífa okkur? Og komdu við á hlölla. Er ekki allt í lagi? Var þetta makadínir? Makadínir? Já, þessu var breytt á síðustu stundu og ég vissi ekkert að því. Þú ert ekki að segja satt. Þú ert að ljúga. Sko, Jóhanna. Hættu. Þú veist, ég nenni þér ekki svona. Ég er 3 daga í landi og ég ætla ekki að eyða þeim í einhver svona helvítis leiðindi. Hringdu í mig þegar þú ert búin að jafna þig. Það vantar pláss fyrir þig. The star upon our
10 mínútur og þá ausum við yfir í síðasta sinn. Og ég feiti svo rjóman í Valdorfið rétt áður en við borðum. Fá þér endilega meira sherry, Jóhanna mín, ef þú vilt. Þú svo létt á þér í dag, skottast bara eins og lítið stelpa. Ég óvenju hress þessa dagana. Það skal vera svolítið spennt fyrir jólunum. Myndi ég ekki örugglega eftir rauðkálinu? Heyrðu, ég bjóð til smá filipíska papayasósu sem að Dalsæ kendi mér að gera. Þetta á að vera voða gott með kjötinu. Með hamborgararík? Já, það er svo gott að hafa sætt með söldu. Við tökum ekki sénsinn á því á aðfangadag. Eigum ekki bara að geyma hana í ísskápnum og sjá svo til, ha? Við skulum halda hefðir í kvöld. Já, það er líka gott að láta hana standa í sólarhring. Við getum prófað með afgangoluna. Hann er nú vanur að hjálpa mér að leggja á borð. Svo hefur hann fengið að opna einn pakka fyrir matinn. Hann Unnar, hann er svo mikið jólabarn. Eftir að Hjalti Pétur hætti að koma er ég mikið búin að vera að spá í hvort það er ekki bara komin tími á utanlandsreisuna mína. Prísaði þig sæla, ómerkilegu karakter. Já, það er ákveðin léttir bara. Ég hef samt áhyggjur af húsfélaginu. Ég má ekki til þess hugsa að fara allt á annan endan ef ég fer í burtu. Nú ætti alltaf vera komið, jólaskeiðarnar og... Guð minn góður, ég gleymi að pakka inn möndlugjöfin. Ekki segja mér hvað það er, ég vil ekki sjá. Unnar, hann fær alltaf möndlugjöfina. Já, hún verður bara að vera óinnpökkuð í þetta sinn. Klukkan er alveg að verða og þau hljóta að fara að koma. Takk, Indiana, fyrir að hleypa mér inn í lífið þitt og leyfa mér að vera hluti af þessari heilust stund. Skál, kæra vinkona. Gott að hafa þig. Megi Kristsandir renna þér í brjóst með þessum tárum. Ég veit ekki hvað ég myndi gera á mig. Amma var alltaf með graflags. Jóna mín, hlustum á þögnin, elskan. Virkja. Gleðileg jól! Hæ. Sæll, ertu bara komin, elsku drengurinn. Ó, gleðileg jól. Hvað, ertu einn? Já. Nú? Nei. Bara komin lengastur. Sérðu hver er hérna? Hér er bara hún Alma komin. Gleðileg jól. Gleðileg jól, Daníela. Gleðileg jól, Indiana. Er þetta amma þín? Þú ekki ömmu því. Þetta er ekki úr jólasettinu. Ó, falleg blússa sem þú varst í. Takk. Hvar vera maðurinn þinn? Ætla að sé ekki hjá þessari Arndísi sem býr í Smillarhöfni. Þau voru að vega saman reyndir í sumar. Ég sá á Facebook. Hún kallar hann Tarfinn. Ristaðabrauð. Á ég að sækja æskan? Það þurfa að stappa fyrir hana. Já, hún getur eiginlega ekki tuggið, sko.
Það vantar einn stól, ef svangur koma. Það verður falleg hefð eins og Jósef og María koma að leita að skjóli. Skemmtilegt. Við erum ekki með neitt aukastól. Finnur eitthvað Jesúbarn, Indiana, Bibbi, algjört krútt. Jóhanna, þetta á að vera undir tannhvössu tengdamóðurinn. Bibbi, Jesúbarni hérna í kvöld. Öll börn eru velkomin hér, Jesú Bibbi. Voðalega, er þetta falleg hefð? Þetta var stóllinn minn þegar ég var lítill. Þetta verður virkilega gott. Góðu gráleysi, mamma. Saltið slepilegt. Skriðu. Ég tala allt of mikið. Við erum vön að hlusta á þetta. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð. Þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Þá fór Jósef úr Galileu frá borginni. Fallum það svona sem enginn var lagði í öllu því eiga rúm fyrir þau í gistihúsi. Jóhanna mín, presturinn talar. Við hlustuðum aldrei á það í útvarpinu. Amma, hún las þetta bara með sínu nefn. Hlustum og njótum matarins. Og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hérna sinna. Þetta þú Brynjar Örn Sveinsson, sínstöðarstjóri frá Eskifirði. Þú þarft ekki að tala svona hátt. Laufey Guðmundsdóttir var kona hans. Svo aðeins eldri en þú að hann fékk svona heilabilun. Hann ruglaði bara. Jóhanna. Við vorum eiginlega bara fegin þegar hann hrökk upp og það var eins og losnaði fíl úr fjölskyldunni. Þú ert ekkert leðileg. Segir ekki neitt. Hlustum á prestin. Hér munum finna ungbarn, reifa og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var einn fjöldi Óbúslega þreytandi talandi í þessum manni. og sögðu. Hún kann alls ekki vel við. Finnst svo erfitt að þú sért útlendingur. Viltu sér eitthvað? Nei, takk. Ertu bindið þessum manneskja frá Pólandi? Ég verð ekki drekka þessa dag. Helvítis anskotans djöfull. Hvað ætlaði það, mamma mín? Árni, hann hefur bara slökkt á sér. Ha? Það hefur slegið út. Hvað eigum við að gera? Þetta er rosalegt vandamál. Það verður allt í lagi, lags verður ljúfengur. Já, geti ekki bara borðað hrygginn eins og hann er. Ég meina, söðst hann ekki? Hann er ekki eins og hann á að vera. Allt á að vera eins og það á að vera. Ég verður bara að gera undantekningi þetta sinn og fara bara beint yfir í Rísalamann. Jóhanna mín, hjálpaðu mér. Settist þið bara. Þú ætlum bara að fara beint í Rísalamandi núna, það? Þetta verður hann í kalda hóldum. Nei, hún er alveg volk. Jæja. Hún er Rísalamandi, sko. Gjörðu þið svo vel, elskurnar. Takk. Jú, nú byrjar spenningurinn. Hver fær möndluna? Helvítið hann Arir frændi, hann fekk alltaf möndluna hjá ömmu. Ég hefði getað lamið. Amma hélt svo mikið upp á hann. Hann fekk alla stærstu gjafirnar. Hvað? Var ekki... Nei, ég er ekkert að fela. Gleyptur hana? Nei, ég tugði allt. Þú fær möndluna í hómrenna. Ég er svo hissa. Hvað er í möndlingu? Púst. Yndislega. Unnar eru nú vön að púsla á jóladag þegar við vöknum.
Er ég að eyðileggja eitthvað? Fyrirgeðu. Púslum alltaf á náttúrunum og fáum alltaf appelsín. Þú átt að fá þetta. Nei. Jú, þú ert yngstur, það er alltaf þannig. Ég fer bara upp og eftir og útbý fyrir mig. Vá, þetta 2000 bita. Fallegt mynd. Hún er mjög sérstök og þófin. Samt skemmtileg. Hún er besta vinkona mín og ég veit ekki hvað ég myndi gera án hennar. Enga vilja koma inn í stofu, amma. Ég var að spá. Mér langaði alltaf að gista. Eða við. Bara í mínu herbyggi það. Það er alltaf svo gaman inn að daginn eftir. Jóladagur að eyða heima hjá sér Rúnar. Já, ég veit það alveg, en... Stóra gjöfin býða ég ekki hjá þér. Mér langar að segja þér svo lítið. Já, við þurfum ekkert að ákveða þetta núna. Við sjáum bara til, ha? Heyrðu, eigum við að spila plötuna? Við fundum þessa gömlu plötu hérna í ömmu. Það er óbærslega gott fyrir gamalt fólk að hlusta á tónlist frá þau gamla daga. Það rifjar upp minningar hjá þeim og... Viltum við að spila plötuna hérna, amma? Já. Einn og björn ekki. Sjáu þið? Vá. Mamma, komdu að sjáu! Hún heyrir! Gaman, amma! Hún er allra besta stúlkan sem ég fann. Hennar hlátri minni Hvernig mannskotan heldur þú sért að gera? Hættu þessu. Hættu þessu. Komstu hingað til að eyðileggja hjólin okkar Unnars. Þú ert ekki á meistarafötum. Í helvítis bæjarblokkinu. Þetta er mitt heimili. Hvað er partí? Vil ég bara halda partí? Helvítis bygglanir. Mamma, hættu! Eigum að bjóða strákunum. Bjóðum endilega strákunum. Helvítis ógeðinu, honum Gunda. Já, ósingar svarta, ha? Á hann ekki bara að sitja hérna í stólnum mínum þar sem hann mígur niður úr og lyktin hverfur aldrei. Og helvítis ógeðið, hann Maggi. Heldum partí, heldum almennilegt partí hérna. Viltu drekka? Drektu! Það má ekki skemma hana. Ekki nóg! Það er ekkert nóg fyrir ykkur, botnlausu pittir! Ég er betri en þú. Þú kannst aldrei ræktað neitt. Helvítis subbarðín. Allt dó eða var tekið af þér. Unnar, hann hefur aldrei skort neitt. Hann hefur aldrei farið að sofa svangur eða hræddur. Hann hefur lifað við algjört öryggi og ekkert slæmt hendan. En ég þurfti að þrífa af þér skítinn og hlandið þar sem þú lást í eigin ælu og ég gat ekki vakið þig. Þú hélst aldrei jól. Helvítis öryggiðinn. Bæturnar fóru aldrei í mig. Ekkert Barbie, engin möndlugjöf. Hvar var hamborgararryggurinn, rauðkálið, baunirnar? Kissa mamma blöð. Mamma ætlar aðeins að skreppa og koma að gera þetta stelpuna sinni. Og svo kenn ég og við eldum og gerum kósí. En þú komst ekki.
eins og þau tóku Jóa og Dísu systur. En hér ræð ég. Hér getur enginn brotist inn á mig. Þetta var bara gott. Jæja, eigum við kannski bara að opna pakkana? Já, er það ekki bara góð hug sumir eflaustarnir svolítið spenntir? Við erum vön að skiptast á að lesa. En ég skal bara gera það í þetta skipti. Til. Þetta var til amma frá okkur Unnar. Þetta til þín, skan. Ég átti nú ekki von á því að fólk væri að gefa mér gjafir. Við erum bara óvenjusum, mamma mín. Ef ég hefði vitað þetta, þá hefði ég örugglega... Þú ert alltaf að gefa gjafir, Indíana. Gefa sjálfur þér. Sæll, Tarfur. Já, ég veit það eru jól. Það eru jól út allan bæ. Ég er ekki hálfri. Mér líður ekki vel. Ég held ég leggi mig bara fram á hamborgarahryggnum. Við það ekki geta vita. Þú ert búin að eyðileggja fyrir okkur jólin. Þú ert búin að segja þér við væri bara tvö. Ég bara held að það vera gott að vera með stóra fjölskylda. Það er alveg rétt sem mamma segir. Það er einhver tristandi. Ég kem með þig hingað og þú reynir bara að skaða hana. Ég ekki vita ég prófa öllu sem ég heyra í kvöld. Ekki frekar en að þú vera öryrki. Hún er bara að reyna að venda mig, skilur það ekki? Þú ert ekki íslensk, þú skilur þetta ekki. Ég er bara að reyna að hjálpa þér. Já, hún hafði rétt fyrir sér því hana. Ég ætla að fara. Já, ég verða bara hér. Þú verða ekki að vera hér, þú fílja það. Takk að þér kærlega fyrir þetta svefnpoki. Nei, ekki fara. Þegar þú koma þá ég ekki vera í Engihjalla. Fyrir ekki, ég öskra á þig. Við tölum bara betur saman morgun, ha? Ganga þér vel í lífi núna. Ekki fara.
Já. Það er að borða eitthvað. Skjóstu svo fyrir mig út í apótek. Ég þarf að fá Almokran, 12,5 milligram. Ég er á síðasta skattinu. Hér kemur svo 4. Hún er 24. Hausin á mér! Það er að springa. Það var í síðasta aðaltalaverðsins 2. Ganga frá mér. Ég get þetta ekki mikið veikur. Unna! Farðu upp og segðu henni að hætta þessu. Unna! Settu bara í þig eyrnatappa. Gerðu eitthvað í þessu, drengur. Gerðu eitthvað tíma í þetta. Unna! Guði sé lof. Reyndu að þrífa þig sjálfur þegar þú færir blóðnasir. Ég verð ekki alltaf til staðar. Komdu svo, hjálpaðu mér að gróðursetja. Eftir skamma stund bein útsending frá HM í frjálsíþróttum í Oregon í Bandaríkjunum.